Já, hvað stóð svona upp úr hjá þér á síðasta ári? Á síðasta ári það er klálega að ég fór í mitt fyrsta maraþon og svo í mitt annað maraþon og þau voru bæði mjög vel lukkuð, sérstaklega það síðara. Þannig að ég myndi segja það hafi algjörlega svona toppað árið mitt og að það hafi verið alveg rosalega margt sem að ég gerði í fyrra og í rauninni mjög mikið af skemmtilegum hlutum og náttúrulega árangur líka í hálfu maraþoni sem að kom mér alveg smá óvart. Þannig að það var mjög gott ár. En hvað varstu að hlaupa svona mikið að jafnaði á viku? Ég var að fara hæst upp í held ég 150 km fyrir seinna maraþonið mitt. Þannig að já, þá trappar maður sér svona upp, þannig að 100 til 150. Það er kannski svona, ég er mjög vön að hlaupa 120 á viku, mér finnst það bara mjög þægilegt. Og slast alveg við meiðsli? Nei, ég myndi ekki segja það. Eftir fyrra maraþonum mitt í apríl þá fekk ég svolítið svona meiðsli þegar ég var að koma mér í gang aftur. Þá var ég svolítið að drífa mig af stað og ég vissi alveg að það væri hættulegt en að því ég var að fara að keppa á smáþjóðaleikunum þá þurfti ég að koma mér í gang og fekk svolítið eymsli og meiðsli í hnén, eða annað hnéð. En það er sem betur fyrir bara farið núna. Ég er algjörlega meiðslalaus eins og er. Og hvernig hefur veturinn gengið? Hvað eru verið að gera í vetur? Í vetur þá fór ég náttúrulega í mitt seinna maraþon í rauninni í lok október. Það var október 2019 og núna var ég bara að koma úr æfingabúðum í Kenía. Það var bara svona smá til að fríska sig upp fyrir árið 2020. Og það sem ég er að gera núna er að ég er bara að leggja drög að því að fara að æfa mig fyrir mitt þriðja maraþon sem að verður í vor í Vínarborg og er líka á leiðinni á heimsmeistaramótið í hálfu maraþoni sem er í Gdynia í lok mars. Og svo bara eftir viku er ég að fara í annað hálfmaraþon reyndar, sem er bara hluti af svona æfinga í rauninni bara til þess að undirbúa mig fyrir maraþoni en ég vonast samt alveg til að ná bætingu þar. Ég held að ég ætti alveg að geta það en maður veit aldrei. En hvað með maraþonið? Ertu búin að læra eitthvað sérstaklega af síðasta maraþoni? Fyrsta maraþoni var náttúrulega svona byrjunin en svo náttúrulega seinna maraþoni. Er eitthvað sem þú tókst frá því, svona, hvaða lærdómur? Já, það er alveg rosalega margt sem maður lærir í hvert einasta skipti held ég og þetta er svo bara langt ferðalag í rauninni að skipuleggja þetta og það var aðalega kannski næringarhlutin sem ég þurfti svolítið að taka í gegn fyrir seinna maraþoni. Hann klikkaði svolítið í fyrra og ég held ég hafi smá hitt á vegg og ekki alveg verið að næra mig rétt þó ég hef verið búin að skipuleggja það vel. Þannig að það er alveg var alveg útpælt fyrir mitt seinna og ég mun örugglega að hugsa það ennþá betur fyrir þriðja maraþonið. Svo er það bara ýmislegt, maður þarf að huga að öllu eins og svefni og stoðæfingum og jóga og líka bara hluti til þess að róa hugan. Og svo hef ég líka fundið það að það er mjög gott fyrir mig aðeins að minnka álag í vinnu svona í tengslu við mikið æfingaálag því ég er starfandi læknir þannig að ég fundi það mikið hjá mér að það hjálpa mér að minnka álagið þegar ég er að hlaupa mikið. Þannig að þú ert búin að ná jafnvægi í þessu núna? Ég held að ég sé ekki búin að ná jafnvægi, nei. Maður er alltaf að læra eitthvað nýtt, sko. Þannig að maður vill alltaf þróast í rauninni sem einstaklingur og hlaupari og ég myndi aldrei segja að maður sé búin að fullkomna þetta nýtt. En megum við eiga von á bætingu í maraþoninu? Já, ég ætla að bæta mig. Nema eitthvað komi upp á, maður veit aldrei.